Gunni, við erum á flugvellinum, bara á leiðinni heim. Þú varst að berjast í gærkvöldi. Hvernig svona leiði bara þarna inni og hvernig var að vera aftur inni í búrinu bara að keppa? Það var góð tilfinning. Það búið að vera alltaf langur tími síðan ég var þarna síðast. Það var svona hörku bardagi. Lenti í smá vesinni þarna í fyrstu lotunni og var undir smá tíma. Það var olnboga minn alltaf í nakkan þarna snemma. Það tók smá tíma að ná jafnvæginn aftur og síðan náði ég að recovera þokkalega vel á stólnum. Þessu truflaði með þess köttmaðurinn var að tróða upp í nefið á mér alla mínútuna á milli lotnana. En ég held að þrekjaæfingarnar hafa skilað sér mjög vel því mér leið bara helviti vel að koma inn í aðra lotu svona með hvað og tekið vel á því í fyrstu. Og já, síðan kom svolítið á óvart að hann hafi viljað klinsa við mig eitthvað meira. Hann hefur sennilega verið, hann var líka orðinn þreyttur sjálfur og þessi leiði ekkert allt og vel þegar við vorum svo standað fyrir fram hvern annan. Hann hefur sennilega fundið og ég náttúrulega hitt hann með vinstri krókandi í byrjun. Þessi ekki haldið ég væri svona hraður. Já, síðan næði ég á niður með single í doppelfellu. Já, ég læsti höndunum held ég utan hann á búrinu. Náði niður City Mount og þar í smá tíma og var alltaf að búast við einhverju sprengju frá hann sem alltaf að koma sér út en ég gerði það ekki þannig að ég endaði með að ná þessum olnboga inn sem að endaði fættinn. Einmitt, en hvað heldur það svona að klikka þegar hann náði að snúa inn í þegar það var svona baki á hann? Hvað vantaði upp á þar? Já, það var bara kæruleysi á mér. Ég búið að vera mikið í þessari stöðu, mjög confident í þessari stöðu og eiginlega bara, þú veist, var bara svolítið kærulaus held ég að vera ekki aðeins betur fyrir aftan hann. Fannst þess að hann myndi aldrei ná að snúa sér. Ætlaði sér að ná einu góðu höggi þegar hann væri svona að teygja sig. En hann náði að snúa sér skrattinn og við lærum á því. En hérna, þú talar um hana eitthvað eftirbordan að það er með einhverja hluti sem langar að vinna í eða laga. Hvaða hlutir er það sem væri til að laga þarna? Eitt af því var náttúrulega bara það að ég var olnbogarinn aftan í nakkan sem var svona aðal dæmið sem að ég ætla ekki að láta gerast aftur mér átsamkvæmt sem ólöglegt eða ekki. Ég ætla bara ekki að gefa færi á mér svona aftur. Þannig að það er ekkert til að hafa alveg vel í huga og menn er að gera þetta að halda hausnum að þessu ofan. Og síðan voru svona nokkrir tæknilegir hlutir sem ég voru að sjá, bara hér og það. Já, og síðan alltaf þetta með bakið. Það er annað atriði sem að, þú veist, er bara svona, ég finnst bara easy fix. Það er svona, gæti verið dæmt kæruleysi af mér, að hleypa hún svona langt, sko. Já, það er svona helst sem ég dettur í hugann. En þegar hann var hann... Það er bara leyndamálum sem ég held bara. Já. En þegar hann var að olnboginn hann í hnakkan upp í búri, varstu svona, voru lappirnar að gefa sig eða fórstu niður í lappirnar? Nei, lappirnar gáðu sig bara í sekundu. Síðan var það ekkert vandamál, bara vandamál var, það er þetta útskýrt það, svo sért svona ekki myndir ríðandi, þú ert svona óskýr. Þetta er svona, þú sért ekki alveg, þú veist, dynamic í smá tíma. Það vantar svona aðeins, þú veist, eitthvað, þessu taugakerfi sé eitthvað aðeins að reboota sig eða eitthvað. Og þú veist, ég recoveraði alveg þokkarlega á stundtíma, en síðan svona náði ég alveg með aðeins lengri tíma að koma alveg tilbaka þessu. En þegar þú varst hann í gólfinu og hann var að svona ground and poundaði, voru þetta eitthvað þunghögg, varst það að finna eitthvað fyrir þessu? En ég hitti svona einhverjum, en aðalega voru þetta bara svona bank, skilur, sem merja. Það var ekki svona eitt sem ég man eftir sem var hitti vel. Annars var þetta meira bara svona bank og hann hitti náttúrulega mjög mikið í hendurnar á mig líka, sko, sem við tekið vel úr honum, sko. Já, hann var alveg að negla aðalefli, sko. Og þú tókst þér líka þinn tíma þegar þú komst í Mountið og varst bara svona ekkert að flýta þér. Dómarinn meira þess að baði að fá að sjá meira aksjón hann. Varstu bara þolinmóður og... Já, ég var alltaf að bíða eftir, ég held að hann myndi fara að snúa sér, gefa bakið og reyna að sleppa þannig, því það eru fæstir sem vilja sitja undir í Mount í MMA, sko. Og ég bjóst að hann myndi snúa sér og var bara svona að bíða eftir sprengjunni og á sama tíma bara að ná að borgu og recovera og svona auðvitað var ég opinn fyrir, þú veist, ef að ég sæi eitthvað, þú veist, góð opnum fyrir eitthvað góð högg eða olnboga. Hann var alltaf að grípa utan um mig og tósa, ég reyndi nokkur sem að fara að setja upp side choke
Ég held að hann hafi verið vel varað. Ég heyrði líka alltaf leiði ég fór svona að því, byrja að sækja því, þá heyrði ég kornina hans alveg öskra á því. Ég held að þeir hafi verið alveg vel meðvitaðir það og þá fór hann strax að defenda og ég var alltaf búist við að hann myndi sprengja og reyna að snúa sér. Byrjaði að skamla hann, ég ætlaði að grípa hann á leiðinni. Hvað hugsaðir þegar þú varst að fara að taka niður en hann greip í búrið og þú varst bara rístart í eiginlega verri stöðu upp í búrið? Já, það var svolítið fúlt sko. Hann rístartaði með underhook sem meikar enga sens því að höndir sem var með underhook var höndir sem var hélt í búrið. Já. En já, það var svolítið fúlt. Það hefði verið svolítið flott takedown henni sem hefði lent mögulega beint á hausnum. En nú ertu búinn að tala að þú viljir bara berjast aftur. Ertu að hugsa London í mars? Er það möguleiki? Já, það væri bara ideal. Það er bara að fara tilbaka og aðeins skoða. Ég ætla að láta mynda þetta yndislega hnéð og bara recovera og sem ég bara klára. Bara til að vera viss, þetta er ekki hnéð sem fórst aðgerð í vor, þetta er hitt? Nei, þetta er svona ytra liðbandi LCL, ég veit ekki hvað það heitir á íslensku. Þetta var ytra liðbandi sem bara held ég að bara rétt svo trosnað úr sko og ég hef í raun engar áhyggjur af þessu. Ég bara langar að láta bara kíkja á þetta og ef það er einhver æfingar eða eitthvað sem ég get með sjúkraþjálfara til þess að hjálpa til eða koma upp fyrir að þetta verða eitthvað verra. En svona rétt á lokum, náður eitthvað fagna eftir barndag? Klukkan var orðin alveg ansi mikið þegar þetta var búið. Já, það var búið að loka þess barnum á hótelloftinu þegar við komum niður en ég held að góðir vinir okkar björguðu okkur og kom með áfengi og við fórum upp í íbúðina þeirra og þetta var mjög fínt kvöld.